Veiðifréttir og veiðileyfi. Veiða.is. Veiði þátturinn takkan að fara í loftið á þessum ágæta miðvikudegi 24. júlí í dag. Og það er Ólafur Guðjón Haraldsson sem er á línunni. Heill og sæll. Já, bless og sæll. Hvað segirðu þá í blíðunni? Bara alveg frábært. Er það ekki? Það er ekki takt að Ertu úti? Ég var úti á hann. Já. Komin inn. Ég verð að passa mig, annars veit ég bara... Já, ég verð eins og stekt svoðin humar. Þannig að maður þarf að passa sig svona í... Þegar maður er svona með rautt í húðinni. Já. Þú ert einn af þeim. Það er einn af þeim. Ha. Það er æðislegt veður, búið að vera fínt veður síðustu daga og væntanlega margir úti að veiða. Já. Ég held að það sé ekki neð spurning. Þetta tengir svolítið oft svona sömur, kannski elda svolítið svona góða verið. Jú. Vistu þú gott að sitja á bakkanum í sól og blíðu? Það er yndislegt. Það er ekki ónýtt sko, það er kannski svona, sumstaðar er ekki gott veiðiveður. Nei, það er nú bara þannig. En það er gott að vera úti á góða stað. Já. Góða veri. En ef við byrjum hérna á veiði fréttum að þá langar við svolítið að byrja hérna á þessari flundru sem fannst hérna í Skorradalsvatni. Já. Þetta er einhver gestur sem veiðimenn vilja alls ekki fá á sína stöng. Nei. Og það var hérna hann Pétur Davíðsson á Grund. Hann var að vitja, kíkja í Sjölanganettið hjá sér og þar var þessi flundra. Já. Þetta er ný tegund hérna sem er eitthvað að keppast við væti við bleikjuna okkar og hérna svona aðalega keppist vistsvæði. Já. Og hérna svona hvað þannig að það er ekki nóg gott. Hann fer illa með bleikjuna? Fer illa með bleikjuna okkar. Já. En þetta er svona mikla spurningar og vangaveltur og talsverður leyndardómur hvernig þessi flundra komst í vatnið en það er svona verið að tala um að einhver smuga að hún hafi komið þarna frá virkjuninni en þyrfti þá að fara í gegnum túrbínur og ansi langa leið og svo líka kannski með fugli. Já, það getur alltaf líka verið sko. Svo er líka alveg hægt að einhver, ekki ósvipað að einhver gerði hérna með urriðan í tjötnin í Reykjavík í fyrra. Það var einhver sem sleppti urriðið tjötnina hérna í Reykjavík. Já. Þannig að það maður veit aldrei. Það voru erfitt að segja til. Já, nákvæmlega. Kemur til. Þetta er leiðindagestur. Já. Herru, svo er það þarna, ef við færum okkur yfir í laxinn sem er heldur skemmtilegri fiskur. Já. Að Andakílsá, núna 20. júlí, þá var nú búin að rjúfa hérna 100 laxa múrin. Já. Og veiðimenn sem voru 2 vaktir í lok vikunar, þeir lönduðu 26 laxum á 2 stangir sem verður að teljast nokkuð gott. Og Andakílsá, hún er svona á uppleið þessi á. Já, hún er að koma svolítið til. Bara eins og allar aðrar laxveiðar núna sko. Ég held að það stefnir í met ár í mörgum ám. Það er alveg sama hvert maður lítur. Já. Og hérna, það er bara mjög, svona góður og jafn gangur í mörgum ám. Það eru margar svona ár sem hafa svona dottið niður og svona fallið í gleymsku. Já. Er að koma upp mjög sterkar núna. Algjörlega. Svo Andakílsáin og Gufá. Já, hún er nú bara að slá met núna. Já, það er bara, við erum að sjá fréttir hérna, liggur við nokkur sem í viku, þá er komið nýtt met í Gufá. Já. Þannig að það er mjög góður gangur. Það voru 2 þarna menn í ánni 17. og 18. júlí og þeir lentu bara í bara ævintýri. Já. Þeir náðu 35 lögsum sem veitust vísvegur um ána, 22 komu fyrir daginn og 13 seinni partinn. Já. Þannig að þetta er ansið skemmtilegt. Þetta er ekki verið leiðilegt sko. Og það stefnir allt í það eins og segir hérna á veiða.is að Guðváin er á góðri leið í metsumar. Já. Það er bara að vona að gangurinn haldi áfram. Já. Það er nú svona, þótt að sé komið gott veður og svona, þá er nú mikið vatn í ánum og góðu vatnsbúskapur. Það er eins og komið er. Nákvæmlega. Þannig að það veit bara á gott fyrir veðina. Já, ég er alveg sammála því.
En svo segir hérna inn á hjá veiðipressunni að það eru komnir 170 laxar úr Ölfusá og veiðin gengur alveg frábærlega. Mikið að vænum lax á ferðinni og hann allur grálúsugur og það nýr fiskur á ferðinni. Svo nýr fiskur á ferðinni. Já. Þannig að þetta hátt í 200 laxar komin úr landi í Ölfusá og þetta búið að vera fín veiði það sem af sumri. Já, hún búið að vera mjög góð og allan þetta niður í Ölfusunni og svo nú komið að eitthvað upp í Hvítan og svona, en það ekki mikið, maður ekki heyrt af mikilli veiði til dæmis í Soginu. Nei, en hérna veiðin í Böggstaðarós hefur verið mjög góð og voru núna síðasta mánudag komnir 75 fiskar á land og þar af 14 laxar. Já, það ekki ónýtt. Það ekki ónýtt? Það sko ekki ónýtt. Heldur betur. Við höfum eftir að prófa þannig stað svolítið betur. Já, það kemur að því, Óli minn. Það kemur að því, sko. Herra, og veiðin í Hlíðarvatni í Selvogi hefur verið frábær síðustu daga og María Ingólfsdóttir lenti í mókveiði í gær í vatninu og var stærsta bleikjan hjá henni 8 pund. Það ekkert annað. Ha? Það eitthvað... Það eitthvað magnað að gera þarna í Hlíðarvatni? Eitthvað rosalega, sko. Þetta ár sem var bara hrun í veiðinni fyrra, það hafa bara verið í einhverju svona fattkamp. Já. María veiti 10 vænar bleikjur í gær og allar talsverð stórar. Það er rosalegt. Ég hef ekki heyrt svona mikið af stórum bleikjum úr Hlíðarvatni áður. Nei. Og svo að koma núna, maður búin að heyra mikið 4, 5 upp í 6 punda bleikjur og svo koma núna, það með stuttum millibili, 7,5 og 1,8 punda. Það nú bara eiginlega fáheyrt, sko. Þetta svolítið magnað. Þetta mjög magnað og mjög skemmtilegt. Þannig og það eitthvað lausar stangir hérna í Hlíðarvatni, þannig að... Það eru lausar stangir og til dæmis að inn á veiða.is alveg frábært tilboð hjá þeim. Já. Það mjög gott tilboð. Það sem að þeir eru að bjóða upp á, þeir sem að kaupa leyfi núna fyrir 31. ágúst. Já. Þeir fá að velja sér einn daga í vali í september. Þannig að það að gera að skoða það og það er töluvert laust í Hlíðarvatni núna í það eru einhverju dagar eftir júlí. Já. Og svo slatti í ágúst, það er mikið laust í ágúst á fínu verði, það dettur niður í 8.000 í byrjun ágúst og svo, það held ég að sé helgaverðið. Já. Og svo það 6.000 krónur, það er svona virkidagar. Það er ekki ónýtt að borga 6.000 kall fyrir 2 stangir og fá einn dag í september. Það bara þó nokkuð gott. Það er mjög góð dýl. Heldur betur. Og svo við höldum okkur við vötnin að þá búið að vera fín veiði í Úlfljótsvatni. Já. Og bara eins og víða af landinu, sem eins og segir hérna inn á veiðikortið.is að flest vötn á landinu eru að gefa mjög góða veiði. Já, það vatnaveiðin bara komin á blúsandi siglingu og hann við fréttum svona mest til dæmis úr vötnum sem eru hérna nálægt á Suðurlandinu og svona sem eru í veiði í kortinu. Já. Og og það bara búið að vera mjög fín veiði alls þar. Það kannski lítið heyrst úr Elliðavatni. Já. En eins og ég held að það sé ekki nema það að það búin að vera að koma þó nokkrir laxar á land. Í Elliðavatni? Það eru komin fleiri net sem sagt? Það eru komin fleiri net. Hvað ertu að segja? Ég var að heyra að það var einhver sem landaði 6 punda laxið þarna í strömmnum þarna sem myndast undir brúna. Já. Það rennur út í Helluvatn. Ræsilegt. Þannig að... Þetta er spennandi? Þetta er spennandi og víðar í vatninu líka við Kríunes. Þar eru menna að sjá laxa. Já. Þannig að það er nú ekkert skrítið þegar Elliðavatnar eru svona pakkar af laxi. Það er mikið að fiskja þarna í Elliðaránum. Þú ert búin að fara þarna bæði að skoða þum og svo fórstu líka þarna átturu dag í ánni og það er fullt af fiskja þarna. Það er fullt af fiski. Það var fiskur á í löllum stöðu sem maður svo kíkti á. Já. Og fossinn hann var pakkaður af nýgengnum laxi. Og það var bara fín við. Við settum í hérna vorum að sunnudags setni vaktur á sunnudaginn. Já. Og við tókum 4 á land. Bara mjög skemmtilega og nýlega fiska. Glæsilegt.
Og þú átt nú ágætið sögu af gamlanum, hann fór með þér og hann held nú að hann væri búinn að festa í grjótið ekki, eða einhverju Jú, við klettar? fórum byrjum í Hundasteinunum, Já, sem svona einn af hans uppáhaldsstöðum og hann einhverju svaka sambandi við staðir, hann getur alltaf hrætt við fyrir þarna. já, Og svo var hann í fyrsta kastið þá var hann alveg viss að vera búinn að festa og svo það mikið festur í botninum. Þannig að það er ekkert óeðlilegt. Hann svona að reyna að kippa flugun upp, svona að reyna að losa hann úr steinunum. Og svona eitthvað að dandarast þarna. Og svo allt í hennu heyri í honum springulhlátri. Og þá Stengi bara komin á fullt og bara laxi komin á stað. já. Þá var hann með 6 punda laxa. Hann hefur bara legið bara. Hann hefur bara tekið og stoppað, sko. Já, Og ég hef lent í þessu nákvæmlega sama á sama stað og þetta er rosa skrítið að vera sko alveg vissum, þetta er alveg svo sem fast. Svo fer þetta bara af stað. já, já. Og gamli kallinn í fyrsta kasti held að sé að ég var að reyna að rífa fluguna úr fiskunum. Já, með því að kipa í hana. Hann kippti þetta, þetta var bara eins og maður gerir þegar maður er að reyna að bjarga flugunni. Já, já. Bara Nákvæmlega. kippið svona stengjun upp og svo enda það bara í hláturskasti. Aha, já. Það var bara mjög gaman. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Það er allavega eins og segir, það er pakkað fiski þarna og menn geta alveg lent í ævintýri. Alveg hygglust og líka það bara að fara upp í 11 vatnið og nú sem sagt, já, það er bleikjarinn komin af stað þar, vel af stað og búið að vera góða gangur í urriðanum þarna og Já. svo bætist laxinn við. Já, já. Það er nú ekki verra. Það er ekkert verra, sko. Heldur betur ekki. Þannig að það er sko, já, vatnaveiðin er búin að vera bara í blúsandi gangi og ég held sko það er ekki mikið af fréttum að bera svona inn á vefinn. Nei, ég held að menn séu bara úti núna. Já, það er náttúrulega sem ég held. Og ég tel það bara að það gefur það kannski betri fréttir núna í næstu viku eða næstu. Já, þá að fara að rigna hérna eins helgina og þá get ég lofað þér því að það hrannast inn veiðifréttir. Já, já. Það var, sko ég held að það væri frábært að fara til dæmis núna að nýta sér, sko ef ég hefði tök á því þá væri ég komin upp í Hlíðavatn, sko. Já, já. Þá væri ég bara, já, þá væri ég búin að, ef það væri lausdagur þá væri ég komið ánga núna þessa dagan í vikunni og þegar kemur rigning líka, sko. Og þannig að það er skiljanlegt að það er ekkert að hellast inn fréttir eins og hefur svona verið. Já, já, nákvæmlega. En svo ætlum við nú að gera eitthvað skemmtilegt Á eftir? Á eftir. Já, já, við ætlum að opna fyrir síman hérna og við ætlum að fara að gefa veiðigræjur frá veiða.is. Já. Kristín hjá veiða.is er svo almennilegur að ég láta okkur hafa ansi flottar og skemmtilega græjur til þess að gleðja hlustendur. Já. Þetta er hvað, nákvæmlega? Herðu, við ætlum við ekki að fara með flugubox. Já, já, með flugum. Með flugum. Já. Þetta er sem sagt vatnaboxi sem hann er með. Já. Það er já, svona box með fjölbreyttum flugum. Þetta eru 20 flugur í svona alhlíða vatnaveiðiboxi. Og þá er það eru 16 silungaflugur eða púpur. Já. Og svo 4 strömmflugur. Og þetta eru flugur sem eru mjög góðar bara í til dæmis Þingvöll, Óljósvatn, Brúará Minjavallalæk. Já, já. Það er alveg hægt að nota þetta er mjög gott box og boxið sjálft er skemmtilegt, sko. Já, og svo ætlum við að gefa þarna trassfish. Trassfish, já, það er mjög sniðugt. Þetta er svona til þess að halda svona utanum svona lausa tauma sem verða hjá manni. Og líka bara hægt að nota þetta þegar maður lappar á gidni sem einhver hefur gleymt að taka með sér. Já. Svona en gesalappa. Eins og oft gerir, sko. Já. Og þá er þetta mjög sniðugt til þess að það er þetta að fara inn á veiða.is og sjá vídeo af þessu, hvernig þessi græja virkar. Þetta er mjög sniðugt, þetta trassfish. Þetta er mjög sniðugt og þegar voða lítið fyrir þessu, þetta er bara svona, já, þetta er góð leið til þess að geta smelt þessu bara í svona á eitt stað. Já. Og þetta leikur ekkert út vasan að maður tekur stundum upp svona og svo eftir sjálfa sig og dreifur í vasan í veiðjakkanum. Nákvæmlega. Við ætlum að gefa þetta hérna eftir. Já. Og talandi veiða.is að það var að bætast við frambóð veiðilega hjá veiða.is og þar
var verið að skrá holl í Norðlingafljót og Hafralónsá Já, og báðar þessar ár eru svona síðsumars ár og þess að geta Norðlingafljótið opnaði núna 18. júli. Þetta skemmtileg svæði. já, það er alltaf komið eitthvað nýtt þarna hjá þeim hjá hann Kristín í veður.is og ég man ekki hvort þú voru búin að tala Gíslastaði. Jú, við nefndum það í síðasta þetti. Já, það var nú Það Hvítá. Já, ég var nú að sjá að það var einhver sem kom með 16 pundar lax þar. Já. Einhver staðar sá ég því fleygt. Þannig að það er hérna bara mjög svona spennandi staður. Já. Og ég held að sé búið mikið af, Gíslastaðir eru vel þekktir. Mhm. Var að tala um Kristur daginn og þetta er svæði sem er vel þekkt. Og hérna, og menn hafa stund þetta mjög lengi, en svona, kannski hefur þetta svona aðeins, svona fallið með til hluta. Mhm. Og þetta er sko alls ekki dýr pakki að fara hana. Nei, nákvæmlega. Það má taka þetta á flugu, maðk og spún og það eru 3 stangir og er verðið svona frá 15 upp í 21.000. Mhm. Þannig að hérna... Það sleppur alveg. Hvað segir þau? Það sleppur. Það sleppur sko, með fínu veiðuhúsi. Já. Þannig að hérna, það er bara mjög góður pakki. Nákvæmlega. Og hérna, að gera bara að skella sér aðeins inn á, skoða þetta inn á veður.is. Mhm. Þetta er ekki að tala langt frá, þetta er alltaf svona, með gott kort þarna hvað þetta er. Þetta er smá spotta frá Selfossi. Já, þetta er... Þetta er ofan það sem við vorum daginn. Já, einmitt. Og þetta er þá staður sem að laxi stoppar aðeins. Já, nákvæmlega. Og það er hægt að gera góða við hana. Það er hægt að skoða þetta á veiða.is og svo allar upplýsingar vatnaveiði inn á veiðikortið.is. Aðeins þetta með veiðivötnin. Já. Þetta nú allt að lifna við og í 4. veiðivikunni þá veitust 1682 fiskar, 870 urriðar og 812 bleikjur og urriðin að vakna til lífsins og í þessari viku veitust fleiri urriðar en bleikjur. Og mestu munar góða veiði í Litlasjó, en þar fengust 510 fiskar og mikið af þeim 5 punda spikfeitir urriðar. Þannig þetta er alltaf lifna við. Já, alltaf lifna við. Komið tími til. Nákvæmlega, komið tími til. Og svo hérna, það er nú ávallt löngu uppselt í veiðivötnin. Já. En ég var að lesa hérna sjáinn á heimasíðunni veiðivötn.is að það eru 2 stangir í 2 daga til sölu. Já. Og það er hægt að fara inn á veiðivötn.is til þess að sjá símanúmer og fleira. Að gera að skoða það ef maður er langar að prófa. Nákvæmlega. Yes. Takk fyrir þetta. Takk sem leys. 35 vötn í einu korti. Veiðikortið.is